Það leiktíðinni lokið hjá KR-ingum, endaði svolítið svona á lágu nótunum, en þið gáðu nú eitthvað aðeins í hérna í fjórða leiknum. Ég fannst það nú ekki enda á lágu nótunum sko. Ég var nú alveg stoltur að því hvernig við komum inn í þennan leik og mér fannst við gera töluvert mikið af réttu hlutunum. En ástæður fyrir ósigur okkar í þessari seríu liggur ekki í þessu leik. Þetta var ekki völlurinn og leikurinn sem við vildum þurfa að fara í til þess að bjarga okkur sko. Leikir 2 og leikir 3, mörg svona hvað er þar, en þetta er öllir á botni í kvolt. Var það varnarleikur Þórsara sem var að gera ykkur erfið fyrir? Já, ég meina þeir spiluðu gríðarlega öfluga lið. Mér fannst, ég er ekki ánægður með hvernig við brugðumst við allir bara. Það fyrir ekkert fyrir mig að undirskilja mig því þegar við tölum liðið, meistaralorsliðið KR. Mér fannst við leyfa þeim full mikið svona að ýta okkur til þarna í þessum tveim leikjum. Mér fannst þeir ekki gera jafn mikið núna. Og ég held mér fannst við bara ekki ná að greina þennan fyrsta leik nógu vel sem ákveðið svona aðvörunarmerki. Og vilt meina að þar hefði svona einhverja viðvörunarbjöllur átt að fara háværar á stað í ykkar herbúðum? Já, þær fóru á stað og við töluðum alveg um það, en ég meina þegar maður vinnur á svona kraftaverka þrist og 1-0 yfir og það getur vel verið að það hefði læðst að einhverjum sko að við erum ekkert mikið verri en þetta og samt að vinna 1 sko. Á þess að ég get ekkert farið alveg inn í mentalinu í öllum sko. En það var eitthvað sem gerist þarna í öruleiknum og þeir tóku skrefið að okkur og við bökkuðum. Það er ekki nóg gott. Það er ekki titill í hús hjá KR á þessu ári eftir giftusamlegt tímabil þar á undan. Það eru skinn og skúrir í þessu. Já, það gengur ekki öllum bara vel alltaf sko. Já, það gengur held ég engum vel alltaf, ég held að það sé nú bara svoleiðis. Og þú veist, ég ætla bara drullu svektur og væntingarnir eru alltaf þess sömu sama hverju skipa liði hverju sinni og það er bara þannig. Þannig að fólk er ekkert mikið að muna eftir titlunum 2 í fyrra núna og núna bara þarf fólk að taka sér smá tími að vera bara fúlt, ekkert allt á langan því að það standa stóru hluti til í íslensku körfubolta og KR má ekki eitthvað svona að dragast aftur úr því. Við sem erum í fréttabransanum alltaf frægir fyrir að vera fljótir upp og fram og út á suðu með allt. Þess vegna kastuðu bara fram þeirri spurningu, verður þú með KR á næsta ári? Ég get ekki svaraði 100%. Ég er svona, ætla mér að vera bjartsýnn á það, það er alveg það sem ég vil gera. Mér finnst ég búinn að skila núna yfir síðustu 2 ár bara mjög góðu starfi og ég stend alltaf með sjálfum mér í því. Auðvitað getur maður gert einhver hluti betur og höndlað viss mál á einhvern annan hátt. Við erum núna, það er bara í gangi ákveðin svona þangagangur og ákveðin stefnumótun varðandi næstu ár og maður sér fyrir sér nýja reglur í deildinni og maður sér fyrir sér svona mikil kynslóðaskipti næstu 2-3 árum og það er eitthvað sem KR er að taka þátt í eins og öll önnur lið. Takk hérlega fyrir veturinn. Takk hérlega.